Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín komin Þorgerður Sigurðardóttir. Hún í hópnum Göngum saman og nú útskýri ég bólinn sem ég í. Þessi bólur var frumsýndur í gær, það ekki satt? Jú. Og velkomin í þáttinn, Þorgerður. Já, takk. Og segðu okkur aðeins söguna bak við þennan ból. Já, þessi bólur, það eru Helga og Halla sem hafa hannað þennan ból. Og þetta nú í fyrsta skipti sem að við erum með ból án þess að vera með göngu, má segja. En það hafa alltaf í gegnum árin, þessi 10 ár sem við búið að vera, þetta 11. skipti sem að það bólur. Og alltaf einhverjir listamenn sem hafa hannað bólina fyrir okkur. Og alltaf bleikir bólir, eða hvað? Alltaf, nei, það hefur ekki alltaf verið bleikir, en einhver tengsl. Já. Og ágóðinn af sölu þessara bóla, hann kostar 4.500 krónur. Já. Fer allur í sjóð, segðu okkur aðeins frá þessum sjóð. Já, Göngum saman styrktarfélag sem styrkir íslenskar grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini og það var stofnað í september 2007 og síðan þá búið að veita einum 80 milljónum í styrki til þessa málefnis. Til rannsókna, já. Og núna síðustu árin hafa verið veittar 10 milljónir í hverju ári. Já, á hverju ári og verður núna í næstu viku fyrir þetta árið. Og sækja þá fleiri heldur en fá, erfitt að velja úr þessum umsóknum? Já, það er alveg sérfræðinga teymi sem að velur úr þessum umsóknum og það fá færri en vilja, það er alveg, og til dæmis í fyrra þá var málþing í Reykjavík sem var það sem haldið upp á 10 ára afmæli Göngum saman og þá komu styrkþegar og sögðu frá sínum verkefnum og þá sá maður virkilega þörfina fyrir þetta málefni. Og umfangið. Og það var gríðarlega áhugavert að sjá þetta, hvað þetta skiptir bara miklu máli, þessi peningar inn í þessar rannsóknir. Akkurat. Og vitum við eitthvað til dæmis hverju þessar rannsóknir hafa skilað? Ekki rosa þróun í allir svona vitneskju, eða bara, við erum alltaf að læra meira og meira hvernig krabbamein það náttúrulega, þessi styrkir hafa oft verið svona doktorsnemar sem að taka þátt í stærri verkefnum á rannsóknarstofum sem að fengi þessa styrki og rannsóknarstofur líka þannig að og það náttúrulega bara alltaf að bætast við. Það ýmislegt sem tengist þessu sem að verið að rannsaka. Og göngum saman, það hafa verið göngur, segðu okkur aðeins. Já, þetta byrjaði með því að það var Gunnhildur Óskarsdóttir, hún stofnaði þetta ásamt vinkonu sínum og þær byrjuði á því. Þar fóru í Avon-göngunni í New York. Já, segðu hvað það? Já, það var í byrjun október 2007 sem þær fara 22 saman. En til þess að taka þátt í þessu þurftu að safna $800 hver. Og þannig hófst þetta og það gekk svo fjáröflun, gekk það vel að þær hugsaðu með sér af hverju gerum við ekki eitthvað frekar hérna heima? Af því að þessi dollarar fóru í sjóð í New York sem átti líka nota í rannsóknir á krabbameini. Já. Þannig að þær ákváðu og stofnuðu Göngum saman og byrjuðu bara strax haustið með göngu. Þar sem að þær öfluðu, það voru 3 milljónir held ég sem það gátu veitt á í styrk. Báðar þá áhætt á gönguna einhvern veginn. Já, og þeir sem tóku þáttu borguðu eitthvað þátttökugjald og síðan voru fyrirtæki og einstaklingar sem studdu þetta. Og var þetta löng ganga? Veistu hvað hún var löng? Er þetta margir kílómetrar? Nei, þetta er nú yfirleitt bara stutt ganga, svona hálftíma eitthvað svoleiðis. Og síðan var þetta alveg árlega, þangað til í fyrra, síðastliðið vor, þá var sem sagt hægt að vera með göngurnar, en nú stílað á aðrar fjáröflunarleiðir eins og Reykjavík Marathon, sem að skiptir félagi gríðarlega miklu máli. Það er stærsta fjáröflunarleiðin okkar núna. Þannig, en það var eitt markmið hjá Göngum saman líka hreyfingin, það að ganga. Því það svo gott fyrir okkur öll og forvörd fyrir brjóstakrabbamein. Já, og bara alla sjúkdóma, alla pestir. Þannig þetta svona margþætt. Já, það það í raun og veru. Og það hægt að ganga í þessi samtök? Já, það hægt. Göngumsaman.is, þar hægt og árgjaldið rennur einmitt beint í þetta málefni. Já. Og það 5.000 krónur núna árgjaldið, þannig að það geta allir skráð sig þar og það skiptir náttúrulega, eins og ég segi, allt skiptir máli, bæði salan og bólunum og öllu. Og svo þið líka með svona vikulega göngur, svona hverjum stað það ekki, á fleiri einum stað? Nú, það
í Reykjavík og hérna á Akureyri. Það búið að vera þessi tveir staðir. ár. En ég held að sé ekki á fleiri stöðum, ekki svona formulegt. Nei. Og ef einhver vill slást í för með ykkur þá, hvenær eru göngurnar? Já, það er hægt að sjá þetta inn á göngusaman.is, bæði að því það er ekkert alltaf gengið frá sama stað, en á mánudögum klukkan 8 er það í Reykjavík og hérna á Akureyri þriðjudögum klukkan 5. Já. Og það er hægt að sjá þetta allt á göngu... Og svo er líka Facebook síðan, er það ekki? Jú, við erum með Facebook, göngusaman er með Facebook síðan og það er til dæmis hægt að sjá allt og panta bólina, sko. Eða þeir sem er út á landi þurfa að panta þá, sko. Þessu kom bara í post í morgun. Já, akkurat. Akkurat. Frábært. Já. Ég segi bara, gangi ykkur áfram vel í göngum saman og vonandi kaupa sér bara flestir bóli og skella sér í samtökin, þannig að við getum haldið áfram að rannsaka brjóstakrabbamein. Já, þetta er verðugt málefni. Já, takk kærlega fyrir komuna. Já, takk sömuleiðis.